Ja, hvað segir maður eftir svona leik? Ég veit ekki hvað ég búinn að spila marga leiki í meistaraflokki og þetta einhver skrítnasti fyrraáleikur sem ég spila. Þetta var bara eins og maður verið að spila körfuboltaleik frekar en fótboltaleik á köflum. Þetta gekk endan á milli alveg og ég held nú að þjálfari beggja liðið séu alveg æverið í varnarleiknum en að samanskapið kannski ánægði með hversu, eins og Tjalli myndi segja, klinikal menn voru fyrir fram með markið. Þannig að færanýtingin var allavega fín en áhorfendur fengu allavega helling fyrir peninginn, þannig sem ágætt. En þú ert í rauninni ekki með neina skýringu á þessu af því að þetta ekki að gerast á hverjum degi þegar að sé búið að skora hérna 5 mörk undir 20 mínútur eitthvað cirka. Nei, ég leit bara klukkuna, ég vissi bara ekki hvaðan á mig stóð veðrið sko, en þetta var allavega frá okkar bæjardyrum séð var varnarleikurinn gríðarlega slappur og þá á ég bæði við shapeið á liðinu hvernig við vorum að færa án bolta og hvernig við vorum að dekka inn í teig var bara eiginlega til háborinnar skammar bara hjá hverjum einum og einasta menn sem eru gríðarlega reynslumiklir og eiga að vita miklu betur voru bara að slappa mönnum, voru bara slökkt á mönnum og menn voru bara ekki nóg stóri kalla sko. Þannig að ég er rosalega vonsvikinn með það en að skapa frábær sóknarleikurinn okkur, við sköpum okkur alveg heilan helling og frábær slúttinn og bara gaman að Siggi skyldi skora 2 frábær mörk og Oddi slútti og Oddi geggja en nú erum við sepa með jafnmörg mörk þannig að við þurfum nú minna ánægð með það en það er alltaf skára hann skori heldur en enginn. Og þú ert örugglega ekki ánægð með það að vera komin í 4-2 og missa þetta niður í jafntefli? Nei, annar leikurinn í röð þar sem við glutrunni tveggja marka forskoti þannig að við vorum bara stáleheppni síðast, Laxi kláraði fyrir okkur síðasta leik þannig að við erum núna með 7 stig eftir 4 leiki sem er svona ekki til að rópa húrra fyrir en það er svona ekki træðilegt heldur. Það er bara og það er kannski gæðin í deildinni séu náttúrulega minni heldur en í efstu deild þá er hún rosalega erfið af því að það er mikið að ferðalegum, þetta er mikill barningur svo náttúrulega ofanlega spila mjög þétt núna Keflavík fekk hennan auka dag á milli veit nú ekki hversu miklu máli það skipti en þetta er bara allir djöfisins barningur sko. Og það er eins og þú segir, það er alveg ljóst að þetta verður mikil barátta í deildinni þegar maður horfir á stöðuna. Já, ef við lítum á þetta svona bara sjáum við alveg stuðningsmanna og hlutlausa áhorfenda þá náttúrulega deildin að fara gríðarlega skemmtilegasta. Það er lið að koma óvart, það er lið vandræðum og það verðist alltaf að vera svona frekar jafnt í toppinn sko, þannig að það er bara frábært að gott að spila skemmtilegri deild. Takk fyrir þessu.